Það föstudagurinn 5. janúar og FM 95 Blöð hafið göngu sína þennan yndislega föstudag. Gleðilegt nýtt ár, kæru hlustendur. Vonandi byrjar árið ykkar af krafti. Allavega byrjar það vel hér hjá okkur drengjunum í FM 95 Blöð. Auðun Blöndaleiti og sitt í mínu sæti. Beint á móti með sitja tveir ágætis kumpánar. Annar vonandi fyllandi góður og fróðandi fýtn. Hann heitir Steinþór Hróar Steinþórsson og oftast kallaður Steindi Junior eða Steindi Snillingur. Hvað segir þú gott? Það hárrétt hjá þér, ég fróðandi góður og fyllandi fýtn í dag. 2018 að leggjast vel í mig, þetta verður mitt ár. Fyrsti þátturinn árinu. Já, það alltaf stemning. Einhvern veginn bara ég góðan gýr. Já. Hver kallar hann Steinda Snilling? Ég geti einasta mann. Ekki vera að draga úr því. Steindi sagði við mig að það var fullt að liði Mosó sem kallast alltaf Steindi Snillingur. Já, bara ef ég fyrir krónu eða bónus eða í bakari, það er alltaf einhver sem segir já, menn að segja, blessu Steindi Snillingur. Þú ert Snillingur. Steindi Snillingur mættur. Þetta er eitthvað sem hann var bara hendi í. Þetta er brjálaður, hann kalla mig þetta ekki. Það er ekki kallað það er ríkalegt maður. Það er líka að kalla þetta er góð, Steindi Snillingur. Það er líka verst af öllu að þú vart að monta á því að vera að kalla þetta. Ég myndi strax hendi nú, býttu nú hvað varst að heyra, hvað er í gangi? Eftir skjóða, ég myndi alltaf lesa þetta sem kalda. Já, það er málið, þú vilt ekki að kalla þér Gilsi Snillingur. Nei. Já, vonduð ekki nátt. Já, en Egill, hvernig fer árið 2018 því fyrsti föstudagurinn á þessu ári, fyrsti þáttur FM 95 Blöðs ári? Það byrja fárlega vel. Er það málið? Já. Fyrstu 5 dagar, þið er búin að trýta þið vel? Já, þetta er bara búin að geggjað ár. Geggjaði 5 dagar. Þetta er búin að rosalega 5 dagar. Er það málið? Já. Það er gýr í okkur, ég finn það. Það er samt smá, þú veist, og ég veit að ég mun ekki eiga jafn gott ár og í fyrra. Af því að þú ert ekki að fara að hitta. Þú ert ekki enn beisundir. Vistu að þú verður að fara að sleppa þessu. Þú verður að droppa honum. Ég sá líka og settir þetta inn á Facebooki eitt svona, það eru flestir með eitthvað svona hjartnæmt eitthvað ég takk fyrir árið. Þú sagðir orður rétt að 2018 gæti ekki orðið jafn gott að því þú ert ekki að fara að gigga með beisundir. Það er alveg rosalega skrítið. Nema, það var að fæða að skegja hugmyndið núna. En ég gigga bara aftur með honum. Já. Why the hell not? Það hljóta að vera 20-50 hræður sem að kíkja aftur. Já, það lítur að vera. Þeir eru ekki að fara að fá neitt nýtt lið í gráti, sko. Heyra Jónas í aftur. Kallar hann bara Jónas? Já, hann heiti Jónas og Beisandurinn? Ég kallar hann Jónas. Hvenær heyrður þú síðast í honum? Ég heyrði stundum mér á WhatsAppinu. Ég man þegar fórum í áslatíðaferðið FM 95 Blöð. Þá fórum við til New York. Þá var hann alltaf að senda þér einhverja myndir. Er hann ennþá á því? Dickpics? Nei, ekki dickpics, en hann var samt að senda þessi myndir bera ofan. Já, bara eitthvað oft þegar hann í tölvunni og hann er gamer. Hann er svolítið, nettur Sverri Bergmann Jón. Hann var að senda þér basically myndir sem berum ofan í tölvunni. Það er spes. Já, ég fengi mynd á hann Bergmann í tölvunni. Það var eins og lesmynd. Nú er ég ekkert að reyna að vera fyndin. Mér fannst það skrítið. Hann var ekki berrasaður á hann. Nei, bara bera ofan. Þú aldrei gamer bera ofan stendið? Jú, en ég hef þetta líka fengið myndar. Býtum hvað, er aldrei föt? Ég er að fatta þetta núna, ég hef ekki snappað að bera ofan í tölvunni. Já, auðvitað. Maður svarði ekki föt. En málið það að ég myndi aldrei fara að senda, ég veit ekki hvað það gera að tekja myndum með berum ofan og spila tölvuna, ekkert mál, en ég myndi aldrei fara að senda á kunningja minn sem býr erlendis sem ég hitt einu sinni mynda með berum ofan. Við erum ekki beint kunningja, menn segja maður er frekar góði vinn. We hit it off, frekar snögt sko. Ok, þannig að þú veit meina að það er svona no-brainer að Jónas Beisöntir sendi þér mynda sér byrjum ofan í tölvunni og segist þér í tölvunni eins og Steindi sendi mér það. Þeir eru það góði kunningjar. Já, we hit it off strax sko. Byrjum bara með einu jökulköldunni í bæ og var ekki aftur snúið. Já, mann líka veist að þetta er þetta að fyndi skulum vera að ræða þetta eins og enni þetta. Manst ekki líka þegar við vorum eitthvað samanstendi. Jú, við vorum að skemmta. Það var eftir hann kom, þú hittir hann fyrst þegar hann kom inn í þáttinn. Manst ekki Egill sendi mér bara að fyrrabragði ekkert að grínast. Herðu, hann er ekkert smá eðlilegur og down to earth náungi. Við varum stórstjörnu, já. Og við vorum bara byrjuð við hverju bjóstan. Hvað er að Beisöntir væri? Það er ekki svona þessi súperstjarna. Þetta er einhver hæfileikasti tónlistarmaður sem heimurinn á. Og hann er ekki on his way up. Mér leiði bara að séu þekkt hann alla ævi. Það smelt passaði inn. Já, frábært. Það ætlum að taka hann í fine dining og sagði hvað sem við horfum bara fótboltan og drekkum bjór. Ég bara, wow. Það var ekki landsleikur. Ísland var að mannlegur og eðlilegur. Hann elskar íslenska landslið. Hann er hrikalega gott peppir alla sem er að hlusta núna sem er í íslenska landsliðinu. Já, að Beisöntir fílar ykkur.
annars erum við með frábæran þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að launa ykkur hlustununa með skemmtilegum þætti. Það ber hæst Völva FM 95 Blö. Já. Og hún verður svolítið gegnum gangandi allan þáttinn. Einmitt, Egill, þú komst svona aðalega í sambandi þeirra. Og þú varst í sambandi við hann. Já, ég spurði bara hver ok, það er margir skegnir á klakanum, en hver kafskegn. Það tala sko bara hver sér allan anskotan. Ég fekk nafni á þeim einstakling og heyrði í honum. En það verður ekki einhvern bara svona einu innkoma. Við ætlum að spila alveg 3-4 símtöl sem við tókum upp í dag þar sem við erum að segja einstaklingunum sem að lendu í völvun okkar. Akkurat. Frá hvað árið ber. Þannig að við ætlum að dreifa völvunni svolítið yfir þáttinn. Þannig að hún verður hérna reglulega með okkur. Hvað ætlar að bjóða upp á fleira? Ég hendi kortmyndur frekar fyrir ykkur. Ok. Það verður skemmtilegt og það er tengt árinu. Þetta er svolítið svona hvað gerist á árinu. Þetta er nýjástáttur. Þetta er fyrsti föstudagurinn á árinu. Þannig eðlilega förum við hans yfir árið. Það er ekki skrítið að það sé þema. Ég ætla að vera King of Year 2018. Hver af ykkur mun eiga betra ár að kemur ljósa eftir. Þetta er enda gæti verið King of sem ég var til að vinna. Ég var til að gott ár. Það kemur ljósa eftir, hver mun eiga betra ár. Ég verður hrikalega til í það, en svona ef ég á að gefa mig hvernig spurningar þar eru, þá er ég ekkert alveg viss hvort að ég vilji að þær gangi upp, sko. Sem hann segir. Nei, ég held ekki. Góða punktur. En svo er Egill, hann ætlar að henda mér í Kaffitás Tristan. Já, hann er að koma hérna eftir smá pásu. Hann er að koma til góða pásu. Ég elska Tristan. Já, Egill kom með, núna, hann er nýjar áherslur á árinu. Það er ekki farið við það á eftir í skólaði til. Við förum yfir það á eftir og ég verða að segja það að ég er búin að lesa yfir hvernig Tristan ætlar að haga sér í ár. Hann er aðeins skárri held ég. Ég held ég eigi aðeins meiri séns að fá stefnumót. Hann er ekki lengur bara hann eitthvað mökkar í limmu að fá sér línu. Já, það kemur eitthvað ljós en mikið vona að ég fá stefnumót í dag. Það væri stemming, svo er ég jafnvel að spá í fyrst þessi langan tíma að hendi ykkur í Gifta svo og drepa sem tengir svolítið völvunni. Og svo erum við líka sjálfsögðu með hver er líklegastur. Þannig að það er nóg að vera hjá okkur kæru hlustendur, ekki voða ykkur að skipta stöð. Ég ætla að byrja þetta ára ég glemdi að skoða hvað lag þetta veri. Hvað er þetta að fara að byrja þetta á okkur? Þetta byrja okkur ömulegu lagi, sko. Nei, þetta er Bad at Love, Hazy. Gefum sér séns. Aldrei heyrt það. Móndi skána það hjá henni. Er það svo Jay-Z en bara Hazy? Hazy. Þetta er ekki frumlegasta nafn í heimi. Þetta er samt H-A-E-S-E þetta er ekki H og C. Hvað ætti ég að heita? Það er gæði sem heitir Jay-Z. Það er engin Hazy. Það er engin Hazy, ég ætla að taka það. Fínasta lag hjá henni. Það er ekki sáttið það. Jú, þetta er slapp. Annars er komið tími á slúður hér í FM 95 Blö. Brakandi fest erlend slúður. Það er ekkert íslensk slúður í dag. Nei, það er pásu. Ok. Allir búin að haga sér líka vel yfir hátíðina. Það er enginn að skýta á sig jólin. Það er gott að heyra. Ég ætla að byrja slúðrið á raunveruleika stjörnunni. Það er nú eiginlega ekki hægt að kalla hana raunveruleika stjörnun lengur. En allavega á hótelerfingjónum Paris Hilton. Yes, vel gert Blö. Paris Hilton. Þetta byrja vel í dag. En hún er búin að trúlast leikaranum Chris Silka. Og hvaða B-leikari það? Silka? Já, Silka er hvað best þekktur fyrir hlutverk sín í kvikmyndunum The Amazing Spider-Man, Shark Night 3D, Kaboom og Piranha 3D. Þetta geggjaða myndir. Þetta er alveg gæi. Hittu nú við. Shark Night 3D, Kaboom og Piranha 3D. Þetta er alveg kongur. Ég hefði bara frekar sleppa sig eftir að leika. Ég man ég sá einhvern tíma Piranha 3D eitthvað en ekki Piranha 3DD. Já, það er auðvitað nýjastan. Chris Silka. Þetta getur þinn uppáhaldsleikari. Það er ekkert eðlilega huggulegur líka. Já, mér sýnist hann alveg myndalegur. En já, þau eru búin að vera saman í 1 ár og þau eru strax búin að trúlega sig. Hann fór á Skeljaðri skíðafrí Aspen og já, það sem kom kannski mest ávart er að trúlónarhringurinn kostaði korkinni meira en rúmar 200 milljónir íslenska króna og þetta var víst draumarhringurinn að Parisar Hilton. Og hvar fekk aukaleikari í Amazing Spider-Man og Piranha 3DD þennan pening? Þetta er allt hörku myndir, sko. Já, hann á samt, þú veist, hörku myndir. Þú veist, þú bara hefur séð myndina Kaboom eða? Þetta eru myndina sem að ég veit bara góð. Kaboom. En Egill, þú ert ekki að þjána alvöru peninga og aukaleikari í Kaboom. En Shark Night 3D, ertu búin að sjá hana? Já, hún er geðveik. Skjátt það. En allavega, þá eru þau mjög ástfangin. En vinir Parisar Hilton taka þessu þó öllu með fyrirvara því að þetta er í 3. sinn á nokkurum árum sem hún trúlóði sig en hefur ekki enn gift sig.
Þannig að hún er svolítið snögga trúlega Þetta hljóma rosalega eins og pappastrákur og pappastelpa síðan Já, heldur hann ekki að foreldra Ég meina kannski sponsaðan hringin Pappans Nei, hann er kannski fengið plugg, skilur Það sagði, ég negli sér ná Ég að gefa Paris Hilton ring, sko Og ég get loða okkur því að allir í heiminum vita að ég keypti hann í geðsjálföpum hjá ykkur, sko Þannig kannski ég þekki Chris rétt Mér sýnist þetta algjör meistari Þú þekkir Chris rétt? Ég er nokkuð vissum að hann fengið þetta sér plugg Ég sé það í fljótu bræði En það er samt alltaf hættulegt ef þú ert að gefa til dæmis trúlónarring upp á 200 miljónir sem þú er enga veginn efna á þá, þú getur ekki fyllt þess eftir Það kemur að því að hann verið bensinlaus nema pappan sé multi, sko Það getur ekki haldið svona standard Ég get lofa því Hann getur gert hann kannski hammingasami 1 ári viðbót þá er hann bara búið með bankareikningin Ég held að Chris verði nú ekki til líf en í 1 ár neitt sko Ég held hann að raka vel inn í Sharknet 3D? Já, reyndar, ég vissi, auðvitað, þetta er 3D maður, hún gæti á að tekja einstaklega Reyndar er sko neðarlega í röðun og leikur Smá neðarlega, hann er 15 í röðun í Sharknet 3D Hann er með svona 3 setningar Hann er dáið snemma, en hann er greinilega átt góðan leik sko Já, hann er rosa Sér það alveg strax sko En við óskum, einhvað að séu, Paris Hilton og Chris Silka Allsins besta, eða ekki? Ég var aðdánd, ég skal finna það veistar á Twitter En er ekki hérna, bara í lokin, ég ætla nú ekki að eyða öllu slúðurinn í þau En er þetta ekki svolítið skrítið og sett alltaf trúlofið en ekki að giftast? Já, það er svolítið spesjú En svo þið tveir, þeir eru hvorið giftur En eru trúlofaðir? Hvorið trúlofaðir, hvorið giftir Sumir segja þessu óskuðu regla og trúlofaðir og giftast innan árs Já, mér finnst það góð regla Já, það er margir henni, ég held að það séu mjög fáir Íslendingar með það Ég held að Pétur Jóhanns er búin að vera trúlofaður í 10 ár sko Þetta er misjant Svo er, já, það sem að ég veit ekki hversu spennandi þetta slúður er Þetta er allavega slúður sem var út allt Ég ætla að fjalla aðeins um Kardashian fjölskylduna Og það sem að Hánað með þig, það er líklega þitt besta slúður held ég Þetta er orðið svo þreytt Byrjar á Chris Silka og koma síðan í Kardashians Caitlyn Jenner hefur sagt 1 orð Kim Kardashian síðustu 9 mánuði og það var í veistlum daginn og hún sagði hæ Það er vist ekkert allt með Jesús, almáttur Hvað er gangi? Nei, ég bara skildi ekki Það er að tala um það að ykkur Caitlyn Jenner hafi sagt bara hæfi Einhver Caitlyn Við aðra Kardashian Hvernig hæ? Var þetta svona hæ eða var þetta? Nei, það var vist mjög þurrt Og hún áður en að þetta hættat inn þá hafði hún ekki talað um börnin sín Börnin sín? Já, þetta er Kim Kardashian Þetta er náttúrulega Bruce Jenner sem er orðin Caitlyn Jenner Er þetta hann? Já, þetta er hún Já, hún Get the program, Stoney Ég er að segja, ég held þetta væri Strákar Þú veist alveg hvað Kim Kardashian er? Já, ég veit hvað Kim Kardashian er Ég held að þú er að tala um yngri systirnar Þetta er svolítið Þetta er mammenar Þetta var pappin og mammenar Strákar, ég nenni ekki að tala um þetta Þetta er svo leiðileg fjölskylda Við eigum basically bara slökk og magnum hjá Stoney Þetta er Big Boys tala um þetta Það er ekki að skilja Kardashian fjölskylduna Meðan þið Big Boys tala um Kardashian fjölskylduna Þetta er bara ógeðslega leiðilegt Það veit ekki sem þú tala Þetta er bara svo leiðilegt Ok, hafið ykkur tíma verið einhvers staðar Leifðu okkur the Big Boys að ræða þess Kardashian fjölskylduna Nefnum þú að vera út í hotn og trúðast þess að meðan Ert þú ekki sammála? Er þetta ekki þreytt? Jó, ok, ég skal þetta taka aðeins undir mig Þetta er orðið þreytt Þetta er sammála, þetta er þreytt Þetta er þreytt fjölskylda En halda áfram, það er mjög þurrt hæ Já, og slúðrið er að þau talast ekki saman Og það fara vist tvenna sögur að þessu Og önnur sagðan er svo að Caitlyn Jenner sem bara, veist það, ég samlast henni Ég nenni ekki rætt Tvær sögur, það er til 2 útgáfur af því akkur þú tók þetta Það er svo alltaf þegar fólk er að rífast Þetta er ekki alltaf 2 sögur Jú, þetta, en ég meina Ef þú kemur heim til þín og þú ert ósátt við mig Og ég hitti, sveppaði eitthvað og ég er ósátt við þig Þá segir við ekki sömu söguna þig Nei, hvað er þetta? Það vita allir hvað er aðna, sko Hvað er það? Ef 2 fjölskyldummeðlimir eru ósáttir þá bara eitt sem kemur til greina cash, ekkert annað. Nei, það er ekkert annað. Það er ekkert endilega bara cash. Það annað getur komið á milli. Er það í fjölskyldunni þinni eða? Nei, það er ekkert bíf í gangi, allir feskir þar sko. Þetta segja mér að hún og pappinar eiga fullt af pening sko. Þetta er ekki pappinar. Mamminar maður. Nei, þetta er ekki heldur mamminar. Þetta var stjúpappinar. Já, stjúpappinar. Já, eða núna stjúpamminar. Farðu til pappa, slátt hann útskýra fyrir the family. Reynda veit hann allt um þetta. En málið er það að stjúpmamminar og hún eiga fullt af peningum. Þetta er ekki eitthvað cash. Þetta er bara, veistu hvað? Þetta er bara þau vilja vera þarna. Það elst á öllum slúðu síðan. Ég held þetta sé orðið það mikið rugl og það mikið athygli að fólk er bara orðið hálf klikka. Án gríns. Ég er að þess að viti út af þessu. Já.
En við tölum ekki það aftur Kardashian-fjölskylduna Nei Sko, hvað slúður þá að vera? Mér finnst allt í lagi Eigum að setja áramótaheit hérna að sleppa fjallum Kardashian-fjölskylduna 2018 Mér finnst það bara mjög sanngjarnt slúður sanngjarnt til Mála, ég er með góðan slúðumóla hérna Ég ætla að enda hérna Ben Affleck Ben Affleck Vissuð að hann er í áfengismeðferð Nei Hann fekk frí jólin til að eyða með fjölskyldinu og nýtti frítímann með börnum sloppin Já, þetta vissi ég ekki Hann er enda ekkert eðlilega blautur sko Félagi minni var að vinna í myndinu með honum en komum daginn og hann mætti fyrsta lagi 3 klukkutíma seint mökkaður og fór beint í karaoke mökkaður alla nóttina og síðan held allir hörðu hann mætti tökur til 2 klukkutíma hann er ekkert að mæta Eina myndi tökurnar, mætti, sharp Álfuru kongur En veistu hvað línu hann tók líka inn á barnum The beers are on Batman Svolítið svalt að geta sagt það Það er þetta svakalegt En ég held að hann sé að nota rosalega Það er hverjus nættölkiblöð Segðu bara the beers on Batman Það er ekki náttúrulega gaggrinaði fyrir það Ég er ekki Batman Nei, ég veit það Segðu bara the beers on Batman Nei Hvað mennur þú? Þú getur skrifað skilur B-E-T Batman Beers on Batman Þetta var klúður bakki dagsins Þú elskar að betta skilur Þú náttúrulega spilar ekkert með meiru Herra, býttu, ég er með rosalega móla hérna Leif mér að renna hrætt á hann Hann er komið hundur að taka hann Af því að ég er búin að vera sveittur í rannsóknum í þetta Ég veit að, ég sé að Herru, Wesley Snipes er loksins búin að gefa sig og gefa sitt græna ljós á remake á White Man Can't Jump Nú mátti ég á takkan Það er þetta rándið slúður, gefðu það stendi Vel gert, ég held þú allar að fara að segja ykkur umlega setnum Láttu okkur að sækja bætur og annast þín mál á meðan þú hlúir að þér og þinni líðan Fortis fylgir þér alla leið Sérhæfð varahlutaverslun fyrir atvinnubifreiðar og tæki Vélanöst Álhellu 8 Hafnarfirði Vélanöst.is Þjónusta, gæði, ábyrgð Sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða Has this been growing on? You've been creeping around on me while you're calling me baby How long has this been? Það held ég til að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 við drengirnir þökkum ykkur kella fyrir það Bara álfur skellur Ég finn ekki Chris Silka á Twitter Ég er búin að leita okkur mál Hverjum er ekki Erstu að tala um gaurinn sem var trúlóðast bara Silka Málega það að leikur í mynd sem heitir Shark Attack 3D Það var 15. á lista 15. á lista, ofta aukalikar með 2 línur Það er mjög líklegt og sért nú bara ekkert á Twitter Er hann ekki með hann account? Nei, af hverju? Af hverju þetta leita því? Follow hann í Biggest Fan í dag Af hverju? Þú hefur ekki séð hennar mynd með honum Ég ætla að fara heim í kvöld, ég ætla að setja 3D Piranha myndin í gang með 2 10 Ég ætla að kera henni í gang Tófokki nógu góð dóma, mér er alveg skýt saman Er hann að fá lélega dóma? Þetta er mér ekki nógu góð dóma þetta Þannig að metaskortakinn hann sem á að vera grænt hann er vel rauður og þetta er 18 undir Ég held sem það sé Ákveður það ekkert að koma mér óvart Ég held að kannski þetta er bara mönnum illa með hann Nei, það veit ekki hver þetta er Hann er successful Já, einmitt, hann er rosalega successful Ég er búin að gleyma hvað hann heitur Ég er búin að fjalla hann núna í 10 mínútur Hvað heit hann? Chris Silka Allavega, það er komið að fyrstu völvu dagsins Við höfum að dreifa henni, við erum með 4 völvur yfir allan þáttinn og við ætlum að henda hér í fyrstu og já, þú varst búin að vera í bandi við völvuna og já, fyrsta sem að völvan talaði með þig var Jón Gunnar, gerði það ekki? Jú, ég haf með 4 hausa og fyrstu hausin ég lagði á borðið var Jón Gunnar Já, Tatman Og við hringdum í Jón Gunnar fyrir í dag og já, sögðum honum að hann hefði verið í völvuna Skulum bara aðtuga hvernig, já, hvað völvan sagði um Jón Gunnar og já, hvernig hann tók í það Rándir hringing á Tatman And way down Þetta er algjör svona hringing sem Tatman er með Jón Gunnar Herru, við ætlum bara að byrja að óska til hamingju með símninginguna hún, geggjum Way down we go Hrikalega flott að vera með svona kali og hringing Já, hrikalega gott lag sko. Já, mjög gott, þannig að bara til hamingju með hringinguna Já, takk fyrir það En við Já, byrjun í janúar trúðalegtir hringir Vá, nú hlakka ég til Hvað trúðalegtir Við, já, þú ert í beinni útsendingunni FM 95 Blö Já, og til hamingju ég Það er ekki að ástæðalausu
Man of many tats. Nú, hvað er með það? Já, við getum orðað það þannig að völvan hefur talað. Ó, guð. Við höfum samband við... Það er hérna, já, hörja, það er hérna fyrir sjánasta völva í heimi, bíti. Wait for it, ég fitna og ég var ennþá sköllóttur. Wow. Það er nú eitthvað sem þið gáttu sagt sér. Sko, við höfum samband við... Við höfum samband bara við miðil sem er Kafskygn. Sýndum bara myndaðir og hann talaði, þetta er ekki flókið, sko. Og við skrifum niður. Og þetta, sem sagt, þessi völva veit ekkert hvað þú ert eins og. Við sýndum bara myndaðir. Nei, ekki neitt, ok, wow. En hvað var hún hérna... Það er mjög langt ég að fræða, sko. Hvað vildi völva meina? Ég skal bara fara, ég lesa þetta bara. Jón Gunnar Geirdal eða Tatman, eins og hann er kallaður, mun opna pizzastað. Ok? Já. Er það rétt? Er þetta rétt? Þetta stæði kemur allir, ég les bara hérna. Þið þrír eru fréttablaði í gæs, en ok, áfram. Okay. En byrja, ertu að opna pizzastað? Já. Sko, hún er með 100% rekord hinga til. Hún er ramskegg maður. Til auðvitað með pizzastæðin. Rosalega skegg. Það er internet og rafmagn sem völvun. Ok, áfram. Tatman mun fitna 34,5 kíló á árinu. Vá, það er slattið maður. 34,5 kíló? Það býtu, er ég að borða ríka eða? Það er hellingur. Völvan gæti verið að tengja þetta við nýja pizzastað. Já, mig grunar það. Ertu að byrja nýja árið með snakk í naflanum upp í sófa? Það var alveg hreinskilin. Þú veist, já, er íþrótta- og lífstílsmeistarinn Steinþór Róðar að ráðleggja mér það? Hjálpum, þetta er ég komið í mínu líkalega ástandi. Hvað sagði Völvan meira? Völvan segir líka, Jón Gunnar verður því miður einnig sköllóttur á árinu. Já. Vá. Hann var bara að kalla þetta. Það er og fyrir það. Jésús, Matti og Jósef, maður þeir brýr. En nú er bara að síða og setja þetta nýja þessu. Rétt fyrir sumar lendir Jón í slagsmálum á pizzastæðinu sínum þegar ungu drengur er að taka pizzasnið á honum. Og það er ekki gott fyrir business. Og hann lemur þarna unga drenga svo harðfisk þarna. Nei. Þetta er svona apríl-maí síðan. Jón Gunnar. Er ekki að róa okkur aðeins að þó ég sé svangur, sko, slökum á. Er einhver svona nettu beppo í þeir núna? Er einhver pyrringur í gamla eða? Já, með það að ég sé fara að borða Rikka G-ornu, þá hlýt ég að vera pyrraður. En það er satt 84 og hálft. En það er satt margt jákvætt. Völvan endar þetta á positífum nótum. Sem er mjög skemmtilegt. Jón mun bæta met á seinni hluta ársins. En hann fær þann glæsilega titil. Þú verður feitasti gæinn í sögunni til að hlaupa 10 km undir 60. Það er ekkert annað, það er hrós. Ekkert annað. Vá, maður, ég feitast í gæi í sögunni til að hlaupa 10 km undir 60 minútur. Hún endar þetta jákvæðanóttunum, Völvan, höfum við að gefa það? Það er ekkert grín að hlaupa 10 km undir klukkutíma. Ég trúið það að koma út að hlaupa með mér. Steindi var hann einhvern göngusúr í ágúst, ekki? Það fór hann ekki engið til góð. Ég er 50 og 10 km undir 39. Nei, ok, ekkert málu. Ég er að lappa með Steindarmál. Áttu undir 39? En alltaf, þú setur nýtt með árinu. Herru, undir 39. Já, ég er nýtt með og ég þingist 34 kíló. Ég er að segja það, þú ert búin að þingast 34 kíló og þá finnst mér alveg fínt að ná þessu undir klukkutíma, sko. Það er bara geggja á framöndan. Það er mjög vel gert. Ertu sáttu við Völvuna? Já, að fá síndal frá ykkur er alltaf endurnærandi og uppbyggilegt. Ég veit líka ítrykka það að enga þjálfari minn, Egil Einarsson, að það hefur verið solid tvistur. Solid tvistur. Völvan byrður að heilsa og við þökkum fyrir og gangi vel á árunni, Jón Gunnar. Þetta var yndislegt, takk. Bye. Hann tók ekkert allt og vel í þetta. Satt enda þetta nokkuð jákvætt og... Já, hann getur ekkert verið að kvarta við þessum. Nei, þetta er nokkuð góð val á bara. Þið eru að hlusta á FM 957 og á okkur félagana í FM 95 Blö. Þetta var ekki nógu góð koma. Ég er svona hyggst aðeins á þessu. Veistu, glemt hvort það er F957 eða... Já, þetta er svolítið, auðvitað gefa mann ekkert oft svona mikið heads up. Valli Sport í Kanada, þið láta hann heyra það þarna ekki. Já, út af því að þú ætti að tala brosandi. Út af því að hlustandinn
Ég skal taka þetta eins og skila sér. Svo líka bara eins og vissir ekkert hvað það segja, þetta var bara ekkert gott. Prófið bara að tala brosandi. Það held ég, elsku vinnir, þeir að hlusta á FM 95 Blöð hér FM 957. Það er Steindi Junior, Auður Blöndal og Egill Gils með ykkur á sem glæsilega föstudegi 5. jan. Og það var að bakka stút fullu sendibíll, tróðfullur af músík. Sko, miklu betra. Og hann er mættur í hlað. Það verður veisla framöndan, góð tónlist, mikið sprell og mikið leið. Er nýr tónlistarklukkutími hjá okkur núna? Nei, hann byrjar eftir korter. Já, ég hef aldrei skilið svona tal. Maður á bara að tala sem að tala heima. Hvað rugglir þetta? Já, ég meina. Ekki vinnur að FM, kallið minn. Hvað sér það? Það sé búið að dæla bara spýtti í allt staffið. Þú samt talar aðeins hraðað til dæmis hér heldur þú talar heima, sko. Já, það er bara þegar það kemur stundum bara hiti í mann. Það er bara, þegar ég heyri slúður Ertu alltaf styrkislagur heima þegar? Já, ég er frekar slagur heima, sko. Já. En ég var að spæja henda ykkur í kortmyndið frekar. Já, tilbúinni það. Það er ekkert annað. Já, ég er með 3 spurningar og ég er svolítið forvitið núna, ég held að sjá ágættar. Fyrsta spurning, hvort myndi frekar, og þetta myndi gerast á árinu núna, 2018. Hvort myndi frekar hitta geimveru árið 2018 þess að vera svo fyrst til að hitta geimveru eða lækna skalla. Hvað mennur þú? Finnst þér þetta, hvað heldur þú? Ég held að þið takið lækna skalla. Sko, ég meina Hvernig borgar reikningina með þessari geimveru? Ég meina, heldur þú verður ekki, þú verður heimsfrægur og svo fyrst sem hittir geimveru, sko? Já, ég meina, hvað, það er nokkuð blaðagreinar og hvað, ég þarf samt að borga rafmagnsreikning, sko? Það er löngu búið að finna lausn við skalla, sko. Nei, það er ekki búið að finna hana. Þú veit, það er búið að finna hana. Nú, hvað? Hvað? Hár ígræsla? Ég hitti mann um í partí. Nú er ég ekki einu svona að reyna að fyndin. Ég hitti mann í veislu og hann sagði við mig, hann var með þykkasta hár sem ég séð. Hann með rosalegt hár og hann sýndi mér bara, ég var í hár ígræsla, hann sýndi mér allt ferli, hann var alltaf á bólginar, lagniði, fekk glóðuru, var hrikald að sjá hann í ferlinu, en hann sýndi mér myndir af öllu ferlinu, hann fóð til útlanda að gera þetta, ég man ekki svo hvert. Já, hann fór þangað og hann var með þvílíkt þykkt hár í dag, þú myndir aldrei geta spotta það og hann getur farið í klippingu og það vex aftur og þú veist, það bara er ekkert vesinn. Nei, það vex nafnilega ekkert, sko. Hann er bara tekur eitthvað steralíf með þessu. Ég er búin að kynna mér þetta, málega er það teknir hársekkir á hliðunum sem eru ennþá active og þeir eru settir upp, þeir halda áfram að vaksa, háraður vex áfram og þannig að þetta er máli, ég er bara að segja blöða. Það er löngum að drúta sér í þetta. Þannig að þið myndir báði frekar lækna skalla þetta en að hitta geimveru. Og ég veit með þess að hvað það kostar. Það kostar 2 milljónir. En sko, ein spurning. Sko, ef þetta til dæmis, ég var ekki til að hitta til dæmis Predator geimveruna. Nei, ég er að tala svona E.T. Er þið félagið? Og hvernig veit ég, er hún hostile? Nei, hún er ekki hostile. Ég sagði þetta er svo E.T. Þetta er þið félagið. Sko, ef ég myndi... E.T. var samt alltaf ykkur rugli. Hann var alltaf kolbilar. Sko, ef maður getur alltaf ekki lent í hostile geimveru. Nei, ég var ekki að tala hostile geimveru. Þá var þetta heimskasta spurninga frá tíma. En svo, með muni eftir Mars Attacks, þá komu þær góðar, en leið og einhver trúður að hendi friðardú í loftið, þá urðu þær hostile. Já, ég er að tala geimveru. Ok, þeir eru búin að svara. Þú gætir óvart pyrraðana, skilur. Fyrir mér næsta. Og Predator veit ég að hann tók húðina af mönnum. Hvort myndu ekkert keyra 2018 eða ekkert drekka 2018? Ekki dropa áfengi. Já, í 1 ár. Eða ekki keyra bíl í 1 ár. Þannig að ég get ekki fengið mér eitt jökul til að horfa á United, ég get ekki fengið mér raukt með Nautalundinni. Nei, rétt. Jésús almáttur, þetta er bara hinskilið. Þú getur ekki verið eitthvað bara shit-faced eins og þú hefur gaman að. Ég get ekki verið með okkar. Nei, þú getur ekki plantað í árið 2018. Ég mann alltaf hljómar svo algjör fyllibitta, en það er sko fyrir það, þegar ég er ekki quitter, ég fæ mér þá í glas. Ég hef ekki farið í sloppin. Gefst ekkert upp. Nei, og ég held ég líka bara þurfi þess ekkert. Ég bara ræði við drykkuna. Oftast, já. En mér finnst helviti leiðilegt að hugsa til þess að geta ekki fengið sér smá í glas í góðra vinna hoppi. En það get ekki keyrt í vinnun og annað. Það er nefnilega svolítið við þessin, sko. Þegar minna Egill ára daginn, bíll hans voru í viðgerð, hann var að segja ykkur frá svona, hann þurfti að í 3 vikur þurfti að taka leigubíl á mótnana. Hver einasta mótni, 3 vikur. Það er ekkert, mér finnst eitthvað astnalegt að vera að hangi leigubílum á daginn, af því að mér finnst, sko, ég hef lent í því, nú ætla ég bara að vera hinskilin, ég hef lent í því að vera úti alla nóttina og þar erum við kannski bara segið saman minni mig. Mökkaður? Já, bara, við vorum bara, ég var heima í honum eins og bara til 10 morgun eða eitthvað.
Og þá tekir, við vorum að spila PlayStation eða eitthvað, síðan fer ég í leigubíl Ég átti ammali að neita að fara heim fyrir maður er búin að vinna með NBA Jam og hann var enda kl. 10 morgunin konan hans brjálu á símanum En síðan fer ég í leigubíl heim og ég er á rauðu ljósi klukkan 10 morgunin og það er ekkert smá óþægilegt að horfa á fólki í bílunum við hliðina þeir líður eins og algjöru prumpu En það var líka því að þú varst blind fullur Það er ekki annað út í etru En ef þú mæti bara snirtilegur í vinnuna og þú ert bara klukkan 9-10 morgun bara í leigubíl og það halda allir og sett bara mínandi fullur Nei Þetta er bara prólus Bara rétt á prólus, það er verra Ég fyrir á salerni og til þess ekki vekja neitt þá ringi ég inn á klósti í bíl og segir, getur sendt mér SMS að bílinn er komin Síðan bara gerir ég mig kláran Sjálfni, bíp Bílinn er komin höfðingi Ég er öll út Sjóðandi heitu taxi Ekkert vesen, ekkert að skafa Sporthúsi þakk Þvílík veistla Þannig að þú ætlar að taka Þú myndir sleppa að keyra í 1 ár Já, 100% Það er dýrt Já, þú getur líka að fengið bara person driver Já, kannski þú getur bara ráðið eitthvað skutlara yfir árið Mér finnst að það er helviti Mér finnst að vera viðurkenna hverju blöytir Þeim til frekar sleppa að keyra í 1 ár en drekka Nei, ég myndi sleppa að keyra líka Það er bara að komast frá A til B og þú bara reddar í öðruvísi Flókið það Þeim myndi báði sleppa að keyra Ég myndi sleppa að drekka Svo gengur strætó líka sko Hvernig þú sleppa að drekka Hvað með að ljú aldrei að hlusta Já, ég segi það Ég er að segja það Það er ekki ennþá á 9 ári Ég þurfti að vera á bíl Þessi var helviti góð Þessi var helviti góð Þetta er líklega mest af horse shit sem ég hefði Blöðast er maðurinn inni og þú myndi sleppa að keyra Ég heilt mikið að kjafta Haltu bara áfram með þetta Það er síðasta hvort myndi freka fyrir sleik við bróður ykkar eða systur árið 2018 Þetta er mjög smekklegt Ósæðlega óþægilega spurning Hvað var ósmekklegt við geimurur og skalla og keira og ekki drekka? Sleik við bróður en sýstin Þetta er ríkalegt Já, þetta er eiginlega bara takkin sko Þeir eru bara út á takkanum og áfram gakk Það er óþægilegt sko Þetta hljómar eins og takkin Ég er svo einnig sem ekki dýtt á græna takkan Þannig ég þarf að fá svar og svona kostar við líklega Ég stóð lefa steindur að byrja þetta Ég hugsa ég myndi velja bróður minn Það er einhvern veginn aðeins minna furðulegt Myndir bara í sleiku bróðin Já, ég myndi þú var í sleiku systir Væri ekki svona meira flitt að þetta væri bróðin Þið eru báður alveg vel blöytir á því Ég myndi bara syngja í hann bara heyrðu Siggeir Ég ætla að láta að vita því að ég er að koma með mjög mikið að brenni inni og eftir svona 5 klukkutíma erum við að fara í eitt sleik og svo fara í heim Er það ekki verra samt úr henni mökkaður? Það getur bara nákvæmlega Þá getur hún bara eitt leitt af öðru Ég myndi frekka klára þetta bara Mæti hádegisleika til hans bara í vinnuna og fara í sleikuðan og í fyrstu Maður myndi bara mæta mjög ölvaður hella hann líka mjög draugin Eitt leitt af öðru Kúkurum myndi eskulate Nei, ég er ekki að segja það Ég er bara að segja maður myndi alltaf taka eitt fyllir í flip sleik og svo myndum við ekki tala saman í viku og mála verið dautt Það er það mál, ég held að myndi alveg tala við hann Ég þekki ykkur báða á fylla Ég held að þetta væri ekkert mál En ég held að væri samt nú á ég bara systur, ekki bróður Ég held að þetta væri samt alltaf frekar bróðurinn Já, jú, ég held það sko Hann er líka, hann er góður með svona Hann myndi bara gaman að þessu Já, ég myndi segja bara Vistu því Atli Neger ekki að taka eitt franskan? Já, ég myndi segja bara Atli Neger, það er komið fast má flip Hálfur skellur hérna og það tekur 2 mínútur og síðan þetta búið E-kort. Þú getur notað e-kortið allan heim og á netinu. E-kort. Átt þú rétt á slysabótum, en kemur þínum málum ekki áfram? Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. Útsalan er hafin í Smáralind. Komdu og mátaðu afsláttinn sem fer allt upp í 50%. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. Doritos Burritos, ekki það sem þú þarft, heldur það sem þið langar í. Taco Bell. Ekki láta kuldabóla bíta þig í rassinn. Vertu undirbúinn fyrir veturinn. Dekkverk, Nýbýlavegi 2, Kópavogi. 5 í fötu, það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Þetta er besta lag Svessa Bergmann í mörg ár, eða ekki? Ógeðslega gott lag. Ég ætla að skemmta mér Sverri Bergmann og Albatross. Já, ég hef mjög gaman að þessu lagi og ég og mér finnst bara Albatross hljómsveitin vera mjög góð. Ég hvet bara hlustendur til að fara á Spotify og keyra þetta lag upp. Já, þetta er gott. Ég ætla að skemmta mér heitir það sem kannski ekki svona beint það sem maður að hugsa núna og svona, er ekki smá þreytaði fólk eftir hátíðarnar? Já, jú. Já, samt það nú, eitthvað nýjársvagnar í kvöldi á fyrirtækinu okkar eitthvað. Já, ég verði einhvern veginn líka bara þreyttari á því að hanga. Ég var þreyttur jólin.
Því að maður var ekki að gera neitt. Já, þú nú svona vantaði smá áfengi og tjótt í þig. Ég segi nú ekki áfengi og tjótt. Það var áfengi í honum árum. Ég fann það bara, ég hekk heim í 2 daga og ég var að... Það kemur átt auðmingi í mann í fríinu. Já, maður má ekki fá ómikið frí. Þess vegna erum við í Fantagýr hér í dag. Það gott að vera konir aftur fyrsti þátturinn árinu og já, eins og komið nána þá erum við með nokkra völvur og ég held að sé bara komið tíma á næstu. Og já, hvað meistar er næstur? Var það ekki Logi Bergmann? Luigi. Hann datt eitthvað inn í völvuna þegar ekki? Jú. Skulum heyra hvað Loga fannst sína völvu. Tekum á þessu. Já. Er það Logi Bergmann Eðsson? Já. Sæll og blessaður, þú ert í beinni útsendingu hér hjá FM95 Blöð. Já. Luigi, hvernig ertu? Gleðilegt ár. Ég er bara góður, gleðilegt ár. Hvað segir þið? Við erum bara nokkuð sprækir. Við erum að heyra hérna, við fengum nefnilega að senda fyrir helgi völvu FM95 Blöð. Nei. Og mér fannst mjög vel eða ekki. Kemur aðeins þetta fyrir. Þú kemur fyrir völvun okkar. Já. Þetta er eitthvað, hann er ramskegna þessi eða ekki? Já, þetta var miðil sem við fundum sem vill ekki vera mikið í sviðsljósinu. Hann er sko kafskygg og við síndum honum bara myndaður og hann byrjaði bara að bladra sko. Og við skrifum bara niður og... Þannig að þú veist það er ekkert við okkur að sagast. Nei, ekki frekar en þegar Gil sendi sér sjálfum spurningar. Það er ekkert þannig, alls. Ég vil að það áfram. Ég veltaði fyrir mig hvort ég sko á ég að bara hefja lestur eða... Já, það er ekki. Ertu ekki tilbúin að heyra völvuna hvernig árið verður, Logi? Já, situr ekki öruglega og heldur þið fast? Jó, það gekk allt upp hjá henni fyrra en ekkert sann stressað ef þetta er eitthvað neikvægt. Ég held að þetta sé sann pottet jákvæmt að þú ert okkar maður. Sýnst það heilt yfir positíft. Hún segir, völvan, eins og allir vita stakk Logi Bergmann fyrirtækið 365 harkalega í bakið og fór yfir á kanan. Hann verður því miður rekinn mjög snemma á árinu úr nýju vinnunni. Frá kanan? Þetta byrja neikvægt í viðkynna. Hverju nokkuð? Sko, það kemur ekki fram hérna, en þú færð stíguveli því miður til að snemma á árinu. Ok. Þú reynir að koma svo tilbaka skríðandi yfir gömlu vinnuna. Til okkar hérna í 365. Kemur hérna yfir skríðandi. Það hljómar ágætlega að fá hann aftur. Þetta er Vodafone núna hann að fá þetta? Já, Vodafone. En því miður kemur að luktum dyrum. Anskutisjálfs. Hér. Skellum það. En, Logi Bergmann sækir þau með IKEA og verður lagermaður á snúningsliftara. Og sérhæfið því sérstaklega að kippa niður fataskápum og sófum. Og þú verður geggjaður í því. Já. Hvaðan er þetta komið? Þetta er eina fasta starfi sem þú er haldið. Lagermaður í. Þetta vita allir. Við hefum ekki getað samið svona. Það er ekki við öðru að búa. Þannig að enginn af okkur fáið þetta og lesi bók og æði. Þannig að það er ekki við öðru að búa. Ég var einmitt að fá völvuspána mína líka. Ötti verður fyrir að selja bíla eftir staðar í bílasölu. Bílasölu maður? Þú hafa, villingurinn, þú endar sem útkastar á Nelly. Þetta er áhugaverðastur. Hann nefnilega opna, hann er svo ekki, fann svo framtagsama, hann opna veipbúð og fyrstu kynlífshjálparlegu í Íslandi. Sagðu kynlífslegu? Já, kynlífshjálpartækja legu. Það er dörti maður. Þannig að það er að koma til mín og það er að nota múffur og svo getur við veipað í draslarna og meðan þú velur það. Eina sem að hugga Þetta er þetta hljómar eins og frábært business. Eina sem hugga mig við þetta er Eina sem hugga mig við þetta er að ég veit að þú varst að semja þetta á staðnum en við erum með alvöru völvu. Já, ok, já. Þetta er miðill frá Kalanesi. Ég hlakka til að fara í IKEA að sjá Loga í gulu skýrtunni á snúningslistaranum. Já, þú er alveg mikill vinnur okkar. Já. Jó, þið fáið afslátt í mér. Það ekki. Ef ég fæ afslátt af þér, ef ég fæ afslátt af einhverju billi hillum af þér, þá mátt þú nota múfu hjá mér á góðan díl. Já, einmitt, frábært. Logi, alltaf gaman að heyri þér og farðu vallega nýju vinnunni því ekki vilt að þetta gangi eftir. Nei, það viljum ekki, ég er að passa með tókar. En þú heyrið núna, ef þú skrýður yfir, það eru lokaða dyr, svigariðin. Þið meður. Ok, frábært. Gott að heyri þér. Já, hann tók þessu bara ágætlega. Nokkuð jákvæður. Já, ég ætla bara að vona, var hann ekki bara að djóka með sína velvu? Já, ég ætla á rétt að vona það, ég er ekki að fara að nenn að selja notaða múfu. Annars er það, hlusta hér á FM95 og
Það í boði Keiluhallarinnar og ég held að sé alveg 100%, ég veit að það er 100% að bikarleikinir eru þar í kvöld. Það Liverpool Everton og svo líka Manchester United, þannig að að gera að kíkja þanga og þeir náttúrulega með sexy fötu og svo alltaf 2 fyrir 1 á barnum, þannig að endilega tjekki á því. En það hins vegar komin tími á dagskrárlið sem heitir Hver líklegastur og við ætlum að vinna með hver líklegastur á árinu því þetta er fyrsti þátturinn á árinu. Já. Þannig að svona hver líklegastur að lenda eða gera eitthvað á árinu. Eru þið tilbúinir með eitthvað spurningar, drengir? Hárrétt hjá Röðum Blöndal og já, við erum tilbúinir með spurningar. Hver á að byrja? Hver á að byrja? Ég skal byrja bara. Vilt þú byrja? Já. Ok. Hver líklegastur á árinu í FM 95 blöð til að eignast barn? Já. Það er svoleiðis. Þetta þú ert að koma með dundru. Fyrsta spurning er dundra. Þetta Ég held samt ég held ég veit svarið. Er það? Ég veit svona hvað kom alltaf fyrst upp í hugan hjá mér. Já, nú er ég svona eða hvað? Nú er ég svona að fara aðeins yfir þetta auðvitað þú ert ballus. Það kemur ekkert á óvart ef þú myndir henda í grisling. Nafnið mitt poppaði ekki fyrst upp, ég skal alveg ekki það ekki, sem alltaf vann. Ég held allavega nafnið sem kom upp í huguna mér, ég veit ekki, svo sem ekkert rökstuttan eitt rosalega, en mér fannst Bangsapabbi, Steinþór líklegastu til að henda í annað, sitt nummer 2. Já. Þú komum pressa á þig maður. Reyndar varst að kaupa hamstur sem náttúrulega bullandi pressa. Það rosalega. Vonandi getur verið með 2 börn og hamstur. Já, og náttúrulega var að komast að því að það er kona. Ég held að okkur var tilkynnt þetta væri karlmaður. En hvað, voru ekki búin að þrífa hamsturinn í 4 vikur? Nei, það var viðbjóðslega uppeldið þetta. Nei, þú átt ekki að þeir þrífa sig. Þú átt ekki að þrífa. Þú átt ekki að setja henni í bað. Mér fannst samt eitthvað þegar ég sá þetta hjá þér. Þannig að Jóhann Berg er kona. Hún er kona og ég hugsaði Hvað heitir hún þá? Við ákveðum að halda nafninu. Þannig að hamsturinn heitir ennþá Jóhann Berg. Mér fannst góð hugmynd kannski að skýra hann Jónínu Ben, en ég er mjög ánægð með nafnið Jóhann Berg og mér finnst alltaf að sé hún er fyrsti kvenkins Jóhann Berg. Egil, hvernig stíð líklegastur? Þetta er bara damn good question. Ég sé þetta bara Við erum allavega ekki að ræðum það heima eignast þannig að þannig að það er ekki að planinu. Planinu og þykilsi? Nei, þetta er ekki sem búið niður negla neitt Nei. Þannig að ég seti þetta rosalega jafnt, en ég held að blöð nái hámarki snemma á árinu og það komi lítið blöðar og Lukas ég held að það hágrið Byrja að svita því, sé eftir spurningunni. Ég held að það sé að gerast. Ég held að verði ég held að klukkan, veistu hvað, ég held að þetta verði seint nóttu getnaðurinn og ég held að þetta verði svona típiska óvarið svona kynlíf sem svona típiska óvarið kynlíf? Já, svona þið verði hvoru varkár með þetta og takið síðan ákvörðun að eignast barni og það muni mæta kannski lítill blöðari hérna, ég veit ekki það. Mér finnst það mjög líklegt, ég segi það. Ég ætla að koma með þinni spurningu. Hann er því nothing but trouble, sá gæi. Já, lítill blöðari. Akkur endilega gæi. Já, stúlka. Eða blöðina. Eða blöðina, já. Blöðina, guðmi, góðum. Jesus. Þannig að við segjum báði blöð og ok, ég hef spurningu. Hver er líklegastur til að fara í business á árinu með King Simaville? Wow. Fyrir líklast ég hugsa að sé nú bara Jésús almáttur. Það var a great honor ef ég er í valinu það. Já, það er það great honor sannkallað. Ég verði að segja, ég held að þú verði líklegastur. Þú gerir ekki annan að kalla hann King Simaville og Self-Made Millionaire og alltaf að sleikja Ef þú myndir ringið mig, þau eru vöðvingið með business hugmyndun, ég er að spá, I'm in. Þetta er ekkert eitthvað svona að þið geta að selja með þetta mikið meira. Mér finnst mjög að vera með honum í business í einhverju. Mér finnst mjög líklegt að hann muni heyri í þér og gefi þér svona kannski 2% í einhverju furðulegri hugmynd sem hann er að koma með og leiði þér að taka tsensi inn í. Já, sem að þú frontar svont. Nei, þú frontar hana. Það er ekkert veginn. Steindi, hvað er spurningið þín? Hvað fannst þér líklega eftir eitt? Ég hef sett blöð eða mig, sko. Já.
Þið finnst ólíklegt að ég og Simmi fyrir með business? Já, það er bara ólíklegt að þú farið í business og svo hrættur. Simmi getur lopnað einhver ressa og fengi blöð með sér. Það er ekki ólíklegt. Mér finnst nefnilega alls ekki ólíklegt að ég fari í business, en ég er voða lítið fyrir eitthvað bar eða veit ekki drullaði við King sem að vil. Nei. Þú veist, hann sponsor það. Ég teka ofan fyrir mönnum sem nenna því, en ég persónulega myndi. Hann reif sig upp úr engu, úr the shader. Nei. En vonandi opniði góðan veitingastaf. Hann var aldrei í the shader. Bara fættist í góðri fjölskyldu bara á Egilsstöðum og hafa það fínt sko. Bara mjög feskur. Það er alltaf eins og hann hefði bara made it from the hood. Já, bara því að maður rauðar á Egilsstöðum þá vil Egil meina hann að fengi vestu spil á hendi sem hægt að fá. Jésús. Menn að hugsa ef hann með einhver rauðar á Egilsstöðum núna hlusta á þáttinn. Hvað er hann þá bara með vestu spil sem hægt að fá? Það er bara einhver gæði sem er alveg fucked. Herðu, hérna, mín spurning er, já, það er name drop í minni. Og það verður mjög skemmtilegt að heyra hvað þið segir þarna. Hver á okkur FM 95 blöðmönnum er líklegastur til að verða vinur Björgólf Thors á hann 2000 árið? Ég get sagði það, engin. Engin? Býttu nú við, þú verður að segja eitthvað. Þú verður annarkvæmst að segja Þú ert búin að reyna þetta núna í 2 ár. Málið það er ekki gengið. Þú geim sem þið fengið hæ frá hann. Jú, Guttina sendiði mail. Já, Guttin sendiði sem er bæði og veit í störping. Já, sko, en málið það. Nú, ég var að komast nefnilega einu nýju sem ég vissi ekki, sem ég finnst mjög spes að hafa ekki vita því að ég er náttúrulega mikill Bjögga maður og hann veit það sjálfur. Hann býr í Mosó. Það er því. Hann býr í Mosó. Ég vissi ekki eins og næður. Hann har okkar geggja hús í Mosó. Ég veit ekkert hvað það er að neitt. Þannig ég býð eftir innvæti. Ég bara matabótt. Ég held að ég myndi giska á Egil var líklegast til að vera vinna hans árun. Af hverju Egil? Af því að hann er að bodybuilder, hann Bjöggi Thor. Hann myndi kynast eitthvað í gegn svona hittana okkur pub og eitthvað. Þú ert að hjálpa mér að klára þetta. Ég þarf að ná þetta þessu eitthvað. Egil myndi, hey, minnsta málgamni, kíkti bara á mig í sporthúsinu. Hann myndi mæta, þeir hit it off. En sko, það veit allir að hann hefur mjög gaman að því rap game. Hann fekk 50 cent í ammæli sitt. Ég hlusta mikið á rap, ég veit mikið á rap. Já, þú hlusta mikið á rap. Það er bara ekkert það sama. Það er basically ef þú væri geggjaður rappari þá ættir þú kannski smá séns. Egil er að bodybuilder. Ég var eins og rappari. Af hverju þetta takit það svona inn að þið? Þú ert alltaf að fara að vera vinnur hans. Það eru meira líkur Egil verið vinnur hans. Ég var í 2 rappljóstum. Ég var í rappljósitt sem hét The Mosquitoes og þar kallaði ég mig MC Doobie og svo var ég líka í Menendez-bræðrum með Dóra D.N.A. Egil er líklegastur. Hvað segir þú Egil? Sko, ég mitt var að hugsa þetta, sko, mitt rátt líkur að hafa einhvern tíma samband í aðstónu með bekkin eða dettið eitthvað og ég veit verðum góðu félagar leið. Hann tekur meiri bekk en þið tveitir samans. Akkur þetta hann hringi Bekkir ekki meiri en Egil sko. Það ekki? Svipað ekki. Svipað, hann er allegedly tekur hann 200 í bekk sko. Hann er rosalegur. Egil er líklegast því miður. Þetta er góðu gæi fyrst mér. Toppmaður, ég var til að vera félagi hans. Já, og veistu hvað mér hlakkar mest til? Þegar ég posta mynd á Instagram og takka ykkur báða þegar ég er heima í honum í mat. Það er gaman maður. Já, ég hlakka líka til að kynast Beyoncé í árinu. Það verður aðeinslegt maður. Crazy in Love, ég ætla að taka það með í karaoke í New York næsta leið úti. Kristmáns bátur vikunar er Hunangs Bacon Klubbur. Gómsætur bátur með kalkúni, beikoni, káli, skinkur, óðalsosti, tómutum, rauðlaug, franskri hunangsósu og kryddi. Kristmáns, við erum á Ólís. Enski bikarinn á Stöð 2 Sport. Erkifjendurnir í Liverpool mætast í alvöru bikarslag. Liverpool, Everton, föstudag klukkan 19:45. Tríður áskipti sem 1817 eða 365.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Skiptibækur, skiptibækur, skiptibækur. Pennin Eymundsson. Næsta stopp hjá Dóra bróður. Næsta stopp blómabúð. Næsta stopp amma og afi. Með Strætósip eru stoppustöðunar eins margar og þú vilt. Við erum að tala 6 mánaða nemakort með innifælinni Zipcar áskrift. Mist ekki á Strætósip sem fæst bara í janúar á strætó.is. Strætósip. Besta leiðin fyrir sveigjanleiki námi. Happy hour, happy hour, happy hour. 4 til 7. American Bar. Staðurinn þinn. 20% afsláttur af öllum prívorkátum. Þar á meðal C4 og The Ripper. Sportlíf í Glæsibæ og sportlíf.is. Nauthóll býður upp á glæsilega veisluþjónustu fyrir öll tækifæri, stór sem smá. Nauthóll við rætur Öskjuhlíðar. Nauthóll.is. Öddi, Steindi og Gils. Alla föstudaga 4 til 6 í FM 95 blöð. Þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og vera
Rosalegt tempo okkur strákar. Tími flýgur, klukkan hvað, orðið rúmlega 5 og það komið að spurningakeppni Gilsarans og það þema, það hvað, Konungur 2018, King of 2018. Já, bara hver mun eiga betra ár, King of the year 2018. Þetta, þú vilt vinna þetta, orða þannig. Auðvitað, maður vill eiga gott ár. Auðvitað vill maður eiga gott ár, en það kemur fljótlega ljós hvort maður vilja vinna þetta. Ég ætla að gefa allavega 3 spurningar á þetta. Ég get eiginlega lofa þér, þetta sko, þú vilt vinna þetta. Þetta er ekki svo aðalega eitthvað svona horse manure í þessu. Ok. Kallina þroskast á nýja ári. Þetta er nokkuð eðlilegt í dag. Fíla það. Byrja þetta bara. Það verður gaman að fá eina þroskað og góða spurningkeppni frá Gilsarana sem hann langar að vinna. Já, ég stóra ef að það sé að fara að gerast hér, en við skulum sjá til og vonum það besta. Ætlar að bleacha á þér rassahárinu á árinu. Akkurat, það er nákvæmlega það sem ég var að tala um. Þetta er keppni sem ég vil örugglega ekki vinna. Þetta er fyrsta spurningi sko. Þessi er nokkuð. Þannig að ef að svara já, ef maður þá komið stig í áttinu því að ég verða King of 2018. En maður er vel flýtsaður. Eftir ruglaðan. Þetta er mjög vinsælt í dag. Já, þetta er hart nei hjá mér. Ég mun ekki blitza. Já, ég reikna ekki með því að blitza mig. Nei, þú útilokar þetta ekki? Jú, ég útiloka. Heimtur ekki alveg? Ég útiloka. Já, ég veist eitthvað ruggla. Við erum nú ekki það loðnir á rassabórinu ef við þurfum að fara að blitza okkur. Þetta er ekki líka bara Nei, þetta er allavega bara nei. Þetta er ekkert vesen. Er þetta ekkert vesen? Sko ég er ekki hálfviti. Maður að segja. Þetta hvað, er þetta að selja þetta staðnum? Og maður er nokkuð eðlilega núna. Þetta var eitthvað steikt af þessar spurningir heldur sem hefur komið. Og þú veist ekki eins og hvernig spurning 2 er það? Nei, veitu hvað, ertu að selja þetta staðnum? Nei. Finnst þér líklegt að þú rúlir á Benz á þessu ári, 9 árinu? Finnst mér... Já. Punktur á blöðana. Já. Það er bara blöðu komið punkt. Já, ég sko, ég meina, sko, Steinþór, nú áttu piece of shit car. Já, sko, máli er ekki verða að druslu. Það bara, mér líður vel í henni, sko. En mér finnst alveg líklegt að ég uppdætti familybílinn. En ég veit nú ekki hvort það verið. Í Benz? Ég er til Benz fjölskyldubíl. Ég myndi frekar halda að ég myndi fá mér svona bíl eins og Rikki G dagskastur á svona eitthvað svona lítinn jeppling, svona Peugeot jeppling. Bara Benz jeppa. Þetta er ekki stigastenda. Nei, mér finnst líklegast að ég fá mér eitthvað svona stationbíl. Hvað bíl? Nei, ok. Hefur orðið lucky á árinu with a female? Auðvitað finnst Þetta er svo málið það er svo astnalegt að vera að spyrja mig að þessu Ég ekki spyrja þig, ég spyrja bara spurningi keppni Já, ég veit og ég er partur af henni Ég er bara, því að þú veist ég á bara kærustu Hann er bensið að spyrja, eftir mann að lökja á hennu Þá vita allir bara hvernig ég er að tala Það er mikið þægilega fyrir þig að segja bara já eða nei og svo það bara deyr það þar Hvað er svarið fyrir þig? Kallar búin að rúlla eins og kongur? Er ég búin að rúlla eins og kongur síðan fyrstu 5 dagana? Það er miklu hálfleitar maður Já, allir það ekki Ég er ekki viss einu sinni Líklega Ég er ekki að telja hvenar ég Nei, þetta er ekki búin að margir dagar Nei Það er 50 án sko Já, jú, allir það ekki Ég veit það ekki með þetta Þetta er eitthvað Það var andala að svara í sögu Þetta er svo leiðilegt Öður, hvað segir þú? Já, hérna Það er já Ég er ekki að fá svona ákveðin konkrétt já þessa spurningu Þetta er svolítið ósangjöld spurning Men hummet eitthvað en á sér En já hjá báðum Þannig að þið byrja árið Þetta er geggjað árið hjá okkur Strákunum, hinga til Við bara stundum kynlíf Hvað er þetta? Jájá Næsta spurning Ertu að fara í Þú varst ekki viss Hvað segir þú? Ertu búin að geta ég reyna þetta Þú varst ekki viss hvað það er ekki Þú veist að ég bara Maður tekur kannski minna eftir þegar maður er í sambúð sko Hann vildi bara fara í næstu spurningu Já, ég ætla ekki að fara Ok, næsta Ertu að fara á Skyscraper skrifstofu King Simaville í Fordrik á komandi vikum Hann á bæði vei skrifstofu
13. hæð. Þegar ég held bara stundum og getur ekki verið steiktari, það bara sé ekki hægt. Þetta já að báða. Já, og eiginlega það líka. Jú, við erum allir að fara saman. Við erum að vera í koktelbóð. Ásamt hópið manna í koktelbóð til Simma á föstudaginn næsta. Það er rétt. Það er ekki? Jú, fá báðstig. Takk fyrir stíð. Föstudaginn eftir viku þá við að fara og skrifstofu King Simma vil í Fordrykk. Það er rétt. Við vorum að segja það. Ég er mjög peppaður fyrir því sko. Já, við vitum allt það. Við sjáum það á Facebook-spjallinu. Ég held að Simmi sér fann að halda að sé eitthvað að þér. Akkur Því bara alltaf að tala það hlakki til Sjá hann og hitt hann og Ætlar að taka lykil á flöskuborði og hverfist að biffan? Nei Er hún ekki eitthvað grófar í áhaldurinn í fyrra? Þetta er bara, veist það, sérðu núna þetta, you can't fake this shit, sérðu, ég byrjar að svitna. Mér finnst þetta bara óþægilegt. Varst að spyrja hvort við værum að fara að taka fíkniefni á flöskuborði inn á skemmtista? Já. Á næstunni bara. Bara harðasta nei sem ég sagði. Og þú spurðir eins og við verðum bara, þú spurðir eins og það er alveg skilt að spurt bara allir í bíó og ég svo bara hvað ætlar að blítja þér, hvað kallað þú kóng? Hvað er king fyrir þér? Hvernig getur þú hent svona furðulegu stöffi fram svona eðlilega? En við veitum þetta nei. Næstur að ég segi bara djöfusins kongur er hann. Þá veit ég hvað hann er að gera sem er hræðilegt. Óttur kókaður og blítsaður einhvers staðar. Það er bara að vera kongur. Því líka vitleysa. Já, næsta. Hvað er staðan í þessu? Er þetta ekki búið líka? Það er 3-2 blöð, bara 2 eftir. Frábært, ég er mjög ánægður að vera undir í þessu keppni. Finnst þér líklegt að hendur þér í sloppinu á árinu? Sloppin? Hvað er þetta að tala um að fara bara í meðferð? Í meðferð? Já, það er nú steindi líklegri en ég. Er ég líklegri þú? Í meðferð? Já, því að ég er ekki að segja þessi líklegt að fara í meðferð. En það er meiri líkur, til dæmis, þú ert með konu og barn og hún myndi bara berja í borð og segja, nú ferðu þú í sloppin. Það er ekki sem var að fara að henda mér í hann. Já, því ég er alltaf svo drukkinn. Því ég er alltaf útið að drekka. Ertu ekki að beila þig? Þýttum maður ekki að byrja því að vera alltaf út allar helgar til þess að fara í einhvern slopp og fá höggið í borðið. Það komið Homer Simpson far bara í sófan hjá mér, ég heng svo mikið heima. Þetta er nei hjá mér. Þetta getur verið kannski auðarendar en nei hjá mér. Hvoru punktana þá? Síðasta spurning. Ertu að baller og ertu búin að bóka ferð til Vegas á árinu? Nei. Jep. Ég tapaði og það geggjað. Þú getur ekki fagnað því að tapa það er king of the year. Blöð er king of the year. Blöð er blítsaður og kókaði í Vegas og ég er bara eitthvað betra ár en steindin. Love that shit. Geggjað ár hjá Blöð. Já, takk. Ég tapaði og ég er ánægður. Want to love and want to lose. Sweet divine, the heavy truth. What do I want? Don't make me choose. I wanna feel the way that we do that summer night. Drunk on a feeling alone with the stars in the sky. Þrýfum lítil sem stór fyrirtæki. Fáðu tilboð. Þú hreinlega getur ekki sleppt í. Hreinsi.is sem er 564 6005. Vélaborg. Varahlutir í allar gerðir liftara. Vélaborg. Vélaborg.is. Ef þú þráir eitthvað nógu heitt, þá finnur þú leiðina. Annars finnur þú bara afsökunina. Vilborgarinn kemur á fabrikuna á mánudaginn. Hamborgarafabrikan. Hamborgarastaður allra landsmanna. Útsalan er hafin. 15-50% afsláttur. Hafsport.is. Nýbílavegur 14. Næsta stopp fattahreinsun. Næsta stopp apótek. Næsta stopp skipta ljótu bastkörfunum sem ég fékk í jólagjöf. Með Strætósip eru stoppustöðarnir eins margar og þú vilt. En það fæst bara í janúar. Strætó.is. Útsalan er hafin í Smáralind. Komdu og mátaðu afsláttinn sem fer allt upp í 50%. Smáralind. Ekki bíða til föstudags. Hendi í fajitas í kvöld. Santa Maria. Rýmum fyrir nýjum vörum. 30-80% afsláttur af öllu. 24iceland.is. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð.
Hárið það Keiluhöllin í Egilshöll sem færir ykkur FM 95 Blö og já, það aldrei að vita að fara bara í Keilu snemma árið núna. Það langt fyrir Keilu, ég Já, ná einnig góðri glennu 7-10 split 6 í fötu og allir veskir. Góðu matur líka og King sem að vilja henni frá. Það eru Sér nokkað 2 eða 3 fyrir eitt, kaupir eitt beverage, fær 2 eða 3 viðbót sko. Þetta veisla. Basically græðir á að fara sko. Þið getur horta á bikarleikina þar í kvöld, það er Liverpool Everton og svo sjálfsögðu United leikurinn líka. En við ætlum að halda áfram núna með Völvu FM 95 Blö. Það eru 2 búnar, 2 eftir. Og já, það er komið að, var það ekki Rikki G, sýndur ekki Völvunni myndánu Rikka, hann er nú dagskrárstjóri hér. Já, Ríkard Óskar Guðnason, hann er næstur í Völvunni 2017, hann var fínt ár fyrir kallinn. Já, gegn best, hans langbesta ár. Þannig að ég held að bæði, sko, Rikki og hlustendur séu forvitnir að fá að vita hvernig árið 2018 fyrir Rikka. Já. Það er ekki, vonandi gott. Vonandi gott, við skulum bara heyra hvað Völvan hafði að segja Rikka G og árið 2018. Já. Er það Rikki G-blettur? Já. Sæll og blessaður, þú ert hér í beinni útsendingu í útvarpsþættinni með FM 95 Blö. Fílíkur heiður. Okkur, langaði hans að heyra í dagskrárstjóranum á nýja ári. Heyrðu, hvað er málið? Einhvern hringjum, það er aldrei neitt einhvern veginn sáttur að heyra í okkur. Það er engin glaður. Það er engin glaður að heyra í okkur. En hvað ert þú að gera nákvæmlega núna, Richard Gere? Akkur talar svona skringilega við mig. Ég er bara fram að vinna því ég bara var að tala við fyrir nokkru mínútur síðan. Nú ertu frammi? Pælið því, Richard Gere. Þú varst Richard G-blettur og svo eftir að þú grettist aðeins þá ertu hann Richard Gere. Þetta er rosalega breyting. En það er ekki ástæða lausið fyrir hringjum mér ekki. Við vorum að fá Völvu FM 95 Blö, hún er dottin í hús. Mjög virta Völvu. Já, ok. Virtast er miðill landsins. Hvað sagður hann verið? Kafskegg? Kafskegg. Við síndum bara myndaði Richard og Völvan, eða miðillinn, sérst útskýrði fyrir okkur hvernig ár þú möntu eiga. Já, það verður erfitt að toppa 2017. En viltu að heyra hvernig 2018 verður? Já, ég verður ekki að gera það. Þetta er smá lestur, þetta er gott bara að byrja þetta. En það lítur alltaf hrikalega vel út. Já, mjög vel. Mjög vel. Og sko, þetta byrja svona. Ríkard Óskar Guðnason heldur áfram í átakinu sínu til sumars og næra að koma sér í 14% fitu. Positíft. Vel gert. Vel gert. Það er margt með okkar ekki. Og veistla. Er það ekki bara vel gert? Já, ég er bara mjög ánægður með það. Hann tekur það. Síðan segir, í maí fer hann að taka alls konar myndir af sér, klæðalítill og setur þær á síður fyrir fullorðna. Ertu að tala svona kannski svona hefðbundar mótelmyndir eða ertu að tala Nei, hann er komin í fínt standard. En byrjaði að síður fyrir fullorðna? Já, stendur fyrir fullorðna. Þannig að það mynda sig og henda Býtu, hvað meinar þú með því? En Rikki, heyrðu þetta, þú mótel-dittnar er að banka hér. Hvernig myndir? Er þetta dickpics-myndir? Þetta er ekki mótel, þetta er ekki að banka, hann er að taka það sjálfur. Sko, Ríkard, ég er svolítið að lesa frá miðlinum. Miðlinn er ekki með okkur, ég get ekki rökstutt eitthvað meira sko. Hann býr á kjalalessi, þú þarf svolítið að taka þetta bara til þín. En ég get haldið áfram lesturinnum. Já. Það skilar honum inn töluveru tekjum, þannig að þetta þykir budduna þína hann, Richard. Ertu basically, Völvan basically að segja ég sé að fara að leika í klámynd? Er það sem Völvan er að tala? Ég held áfram lestri. Hann er svo þeim virta áfanga að leika í mynd með Academy Award nominee Charlie Keller eða Stefáni Óttar. Já, býtu sem var að fara núna til í Vegas. Já, við erum að tala það er rosalega Það leikur í hommaklámyndunum. Málega það er rosalega huggulegu maður. Á mjög stuttum tíma er hann en Academy Award nominee og þú nærð mynd á okkur 4-5 mánuðum, Richard, sem er frábært. En þetta er búið að vera mjög jákvætt hingað til og síðan kemur Völvan og segir í júní þegar gólsumar er mikla nær hámarki þá mun lukkan til miður snúast hjá óskapandi þjóðarinnar. En hann blæs út eins og dekk. Það er skellur. Við erum búin að koma þær í 14 fyrir sumari og byrjar að leika í topp bíómyndum og síðan kemur gólsumarið. Eftir ég er búin að klæða múröllu og já 14%? Það gerir það niður mig fer þá lukkan að snúa gegn mig. Þú veit að Ég er búin að því Þetta er mjög Þá byrjar við Þetta er mjög Sko Rikki, Völvan er að tala um þetta er mjög smekkli mynd sem við erum í með honum Charlie Keller, þetta er bara þið á hótelherbyggi og það er dúkur yfir öllu og þetta er smekklegt sko.
En svo byrjar vesinni, svo byrjar að fitna og verða að lendi vandræðum. Já, þetta er basically að vera búið ekki að klára lesturinn bara sem getur satt svona hvað þið finnst. Það verður sér fjölskyldu sinni þjálfarunum til skammar og verður valinn trúður ársins í loka uppgjör í fjölmiðli loka árs 2018. Það endar ekki alveg nóg sterkt. Nei. Byrjaði fárlega vel. Fyrstu 6 mánuðir verður ruglinir, Richard. Njóttu þess. Þetta er frábært. Þá eins gott að njóta bara fyrstu 6 mánuðina. Til hamingju með þetta, Richard. Þetta var nokkuð jákvæmt, heilt yfir. Glæsilegt. Ertu sáttur? Takk að kellega. Ertu glaður með völvuna? Glaður með völvuna, já, alveg eins. Ok, það var gott ekki með þetta, Richard. Það heyrði það, hann var alveg svona nokkuð sáttur. Hann gæti alveg fengið verri völvu en þetta. Já. Hann er með garantera gott hálft ár. Já. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. And nothing else matters now. You're not here. So where are you? I've been calling you. If I lose myself, I lose. Þetta er Beyoncé Knowles og Naughty Boy með Runnin'. Naughty Boy. Já, þar á undan heyrðum við völvuna hans Rikka G og ég held að hann hafi bara verið nokkuð sáttur. Bara með gott ár. Já, byrjar alltaf mjög vel, fyrstu 6 mánuðinir. En sko, nú eru 3 völvu búnar. Það styttist í að fyrir í Starbucks Tony sem er hér rétt anda á hodni. Það er mikil að heyra það. Við erum búin að taka hérna völvuna á Rikka G, Jón Gunnar Geirdal og Lóa Bergmann. Já. Nú er þetta 3 svona alveg félagar þáttarins. Og það er langt síðan ég hendi ykkur 2 í dagskrárunni Gifta, sofa, drepa. Ég hugsa að ég nokkri mánuði síðan. Já, það er búið að vera smá kvíl. Þannig ég fór að hugsa Vinsælt klúr bílaleikur. Já, þannig ég fór að hugsa ef að þessi 3 nöfn væri í pottinum. Jón Gunnar, Rikki, Logi Bergmann. Giftast, sofa, drepa. Eða sofa hjá og drepa. Já. Hvernig yrði uppröðunin? Hvað, Tatman, Richard og Luigi. Já, ef þú vilt segja nöfnuna einsku þá er þetta sömu nöfn. Ok. Já, sko ég á ég að byrja. Þetta er krefjandi keppni. Málið það, ég kann hrikalega vel við þá alla. Já, erfitt að þurfa að drepa eitthvað. Þetta verður hrikalega erfitt og eiginlega bara leiðilegt að þurfa að senda eitthvað upp í sveit, sko. Ég forvitnast að vita, ég held ég viti hverjum ég myndi giftast. Já, mér finnst léttast að velja það. Ég myndi giftast Luigi. Lóa Bergmann. Ég myndi giftast Lóa Bergmann. Ok. Þeir eru allir skemmtilegir og Logi Bergmann, hann er ég veit að hann er smá gamer, ég veit að hann hefur gaman að fara inn í herbyggja og krökkunum og taka aðeins í pinnan og fara í Resident Evil og fleiri leiki. Hann er gamer. Hann hefur sagt mér það, já. Og United maður líka? Þetta er allt United menn. Já, bara mikill smekk maður, ég held að hann sé fínn í eldhúsinu, hann getur verið að bjóða mér í góða mat og eiginlega komið inn á Er Luigi 100% góður í eldhúsinu? Þegar ég myndi gera ráð fyrir því en ég hef aldrei heyrt eins og það er alveg pottitt, hann bjargir sér. Það vita allir Jói Fel og Áskil Kolbens eru góður í eldhúsinu. It's a fact. En þú veist, en ég hef aldrei heyrt okkur Luigi geggjaður í eldhúsinu. Ég held að hann bjargir sér. Ég þekki Svanhildi Hólm mjög vel um Fela og hún hafði ekki sagt og ekki minnst einu orði á það við mig. Aldrei. Hvað Logi þessu duglegur elda. Þú meina, hann getur verið lélegur í eldhúsinu? Ég skal lofa að Logi Bergmann er betri í eldhúsinu heldur Rikki G. Ok, málið sant, ég rósa Richard fyrir eitt. Hann bauð mér í steik fyrir 4 árum og ég fekk skósóla og plastnýjabur. Ég fótt til hans daginn og það var bara það góð nautalund að ég eiginlega held að hann fengi til að hjálpa sér. Ég sá hann sjálf í eldhúsinu, hann er búin að gera það. Það er vel gert. En ég meina hann er allavega góður í svefnherbygginu, það lítur nú að vera. Luigi? Já, það lítur að vera. Þú ætlar að giftast honum, ekki svo Jón? Já, ég myndi giftast honum. Það væri það reglulegt, sko. Ég held að Luigi sé 100% amazing þar. Jæja, hérna er hann amazing. Þú ætlar að giftast Loga, hjá hverjum ætlar að sofa? Ég hugsi þetta að giftast Loga, sko. Sko ég leiti fjárhagslega öryggið. Ég veit það. Og málið er að allir sem gæði rakinn. Sko Rikki hann er ekki nógu þykkan vasa til að geima allt kassi sem hann rakinn núna síðast ári. Tatman er hæfilegur plögg maður þjóðarinnar, rakarinn, og Luigi er sko með 4 milljónum mánuð við lesa fréttir en tók hann hálftíma. Þannig að sko en hver á þykkustu buttuna hana? Já,
Luigi Hann er náttúrulega Luigi að sjá fyrir 9 börnum Hann hefur líka haft meiri ár í accumulate the cash sko. Og máli að Richard bara a tiny little baby við hliðin á Luigi, þannig séð sko. Ég ætla að giftast líka Luigi, við erum sammála það. Við erum sammála það, við ætlum bara að giftast loga. Ég held að þetta sé ömurlegur í eldhúsinu, en ég ætla bara að giftast hann er með þykka buddu. Og hann líka elskar United, sem ég ákvæmt. Þetta allir stiði United þessi 3. Þá er komið að þessu erfiða, það er að velja hver fyrir upp í sveit sko. Sko Jón Gunnar Gerdal hann er með stamínu hestsins í rúminu. Er hann með stamínu hestsins? Já, sko, hann hleypur 10 km á 39 mínútum. Það verður ekki þreyttur. En hvað áttu við með stamínu hestsins, segir hann? Nei, ég bara segja hann getur hlaupi. Ég held að það sé ekki alltaf eitthvað hönd í hönd. Það sé bara með það, hann er með góða stamínu upp á að þú getur velja hann þá í Hann er í ótrúlegu standi. Þú veist það var hann í rúminu. Má mjúkur ótrúlegu standi. Erum við að svara þessu þá eins og erum við allir samkynnið erum við bara straight? Því að ef hann er með rosalega góða stamínu þá endilega kannski vill maður ekki fara með honum í gang. Þá myndum maður kannski freka velja einhver sem aðeins latari þar. Svona eitthvað búið snögt. Já, ég minna, þú veist, ef ég bara eins og núna langar mig ekki að sofa hjá neinum en ef ég þyrfti þess þá myndi ég kannski ekki til að láta bara hamast á mér. En Egill svaraði samt eins og það væri það sem að vera heillana að vera með stamina við hest í rúminu. Ég bara spá í, þú veist, hvernig erum við að líta á þetta? Við erum væntanlega að svara þessu sem samkynniði mennið, ekki? Erum við bara eða bara sem eitthvað flip. Já, augnablisflip. Þá er náttúrulega kýstu alla hestastamínuna. Þá ertu rosalegu flippari, sko. Ok, en þú verður að svara þessu sem kvenmaður. Já, það er kannski best. Svara þessu sem kvenmaður. En ég held með við loga, það er sem að ég giftist honum. En já, sem kvenmaður, já, þetta er enda rosalega góða punktur auðvitað. Við skulum svara þessu sem kvenmenn. Já, eða? Ég veit það ekki. Ég veit þetta er ógeðslega erfitt. Að senda, þetta eru báðir félag. Þetta eru báðir toppmenn. Báðir æfa vel, eru góð standir, báðir yfir meðalagi huggulegir. Ég myndi ekki at gunpoint vilja senda annaður upp í sveit. Ég kann rosalega vel við það. Já, annar er að verða. Ég sendi Richard upp í sveit. Það er svo leiðis. Býttu af hverju. Rökstu þetta? Út af því að Tatman, sko, er ekki betri að plugga nefnir hann. Og hann er ofnað Black Box, sem er revolutionary pizzastöður. Og hann dælir út stöðum, hann er highly successful. Richard fyrir til sveit, því miður. Ég vil taka klukkutíma með hestnum. Steindi? Ætli sé ekki bara því miður sammála þessu. Ætli báður að henda Rikk út í hvað er í gangi? Það er ekki svo við viljum það. Við viljum það ekki. Við neyttust til þess, sko. Já, þú neittir okkur til þess. Hvernig viltu þú sendið í sveitina? Ég lofa okkur því, ég hef ekki sendið Rikk út í sveit. We were on fire, I slashed your tires. It's like we burn so bright, we burn out. I made you chase me, I wasn't that friendly. My love, my drug, we're messed up. Næsta stopp Kírópraktor. Næsta stopp Lánasjóðurinn. Næsta stopp heim til mömmu að sækja skíðin. Með Strætósip eru stoppustöðunarnir margar og þú vilt. Við erum að tala 6 mánaða nemakort með innifælinni SIP-Car áskrift. Mist ekki af Strætósip sem fæst bara í janúar á strætó.is. Strætósip, besta leiðin fyrir sveigjanleiki í námi. Ódýr blekhylki og tónerar. Blekhylki.is, annarri hæð Smáralind. Þú ert það bil 10 mínútur frá Smáralind yfir í Kringluna og nákvæmlega jafn lengi í hináttina. Já, 18. Allt sem þú þarft að vita. Púðurkerlingin.is. Okkar markmið er að bjóða þér ódýrustu flugeldana. Þú getur fundið okkur í Skógalind 1 í Kópavogi, beint á móti Elko eða á púðurkerlingin.is. Faktura býður upp á snögga og ódýra fjármögnun fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Þú einfaldlega fær tilboð í reikningana þína og þarft ekki að bíða eftir greiðslum. Ef þú samþykkir tilboð okkar, færðu peningana innan sólarhrings. Kynntu nútíma fjármögnun á faktura.is. Útsalan er hafin. Allt að 60% afsláttur. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni.
Ef þú þráir eitthvað nógu heitt, þá finnur leiðina. Annars finnur bara afsökunina. Vilborgarinn kemur á Fabrikuna á mánudaginn. Hamborgarafabrikan, hamborgarastaður allra landsmanna. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Það held ég, elsku vinir. Egil er aldrei búin að opna, máttu hann ekki opna núna? Áttu hann að opna? Nei, ég er Steindór geggjaður í. Já, ok. Viltu að ég opna aftur það? Opnaðu, mjög góður í. Ég held að fólk vita alveg ákveðar að hlusta. Ég veit. Þetta er basically eins og við sögum í 4 ár, þú ert að horfa á 70 mínútur hér á potti. Já, það er svolítið þannig, sko. Fólk viss alveg að horfa á 70 mínútur. Hvað veislur á þær núna félagar? Herðu, þú ert að fara að senda mig í Kaffitás Tristan og ég er kvíðinn fyrir því. Það er máli. Já, af því að við höfum oft tekið upp símtöl líka og ég er að fara að hringja live, það er óþægilegt. Sko, þetta er ekkert veginn. Ég geði það góðan texta, þú fær date. Það er 100%. Já. Bara eldu textan. Og þetta er svona punktar sem ég gefa þér. Okay. Þú sett saladmaster. Hvort er það að ringja í Ísland? Ég þarf að vita, er þetta íslenskt númer eða erlent númer? Íslenskt. Okay. Hann var búin að velja þetta er eitthvað bakari og Sko, þú ert ekki bara að selja ballansjeg núna. Þú ert líka að selja saladmaster pottasetti. Ok. Þannig að þú ert basically an entrepreneur. Byrju, er hann hvað? Bæði saladmaster? Setur ballansjeg, Cincino. Og síðan er hann líka með saladmaster pottan. Og ég fekk, kompara böðu mér yfir og ég kefti pottasetti. Það er saladmaster. Já, þú getur ennþá að tala vel um það. Já, ég elda með þessu alla daga. Þetta er fjárfesting sem ég gert. Það er eiligar, ég hef eyðileg bót að fæna í hann. En þú veist, að vera ballansjeg sölumæður, það er ekki að fara að gefa mig stefnum út, sko. Jú, og segðu líka, og það er selt kunningja, bæði, ballansjeg og stóra pottasettið á 1,3. Já, byrju, hann er að tala íslendinga. Það er íslendinga. Það er ekki svona bara raunhæftur verð. Og segðu líka, sem er mjög heitt núna, þú ert með man bun. Svona snúði á hárinu. Er það alveg það shit núna? Já, mjög vinsælt. Akkur er þú ekki með svoleiðis heil? Ég er að fara að safna það. Og 1,92 og þú ert 50-50 svartur asískur. Það er bara hjóðum bara í þetta. Nei, bitu. Nei, ég verð að heyra hvað ég á að segja. Af hverju er ég það? Það er mjög hard. Og þú veist, þú ert 50-50. Ég er 1,92, ég er blendingi og ég er, hvað sagði þetta? Og síðan eftir limósínu þetta og þú ert með leikil og billibæ. Þetta er bara hann, þetta er ekki flókið, byrjaði bara. Og myndi að segja það sína, byrjuðu nafni og segja bingo. Þetta, hringdu bara. Ready? Já. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver var þetta sem svaraði? Beta? Já. Já, byrju, ég er að leita, hvað heitir þú? Ég er Aga. Ég kom í dag, ég er að leita af stelpu sem heitir Aga. Já, þetta er ég. Er það þú? Já. Bingo. Ég kom í dag í hádeginu og keypti hjá þér upp á helling. Já, ok. Kaffibólli sem er búið að hella upp á. Já, og? Og þú kannski mannst eftir mér, ég er hávaksin, ég er 1,92 á hæð og ég er með man bun, svona hársnúð á hausnum og er blandaður, ég er svartur og asískur, 50-50. Já. Og ég er salatmaster sölumæður og segir einnig ballansjeg, seldi kunningja mínum bæði settinn og hann keypti stóra pottasetti, þannig að ég var að raka inn 1,3 fyrir hádegi í dag. Já. Takk fyrir. Og Aga. Já. Mér leist vel á þig. Ég ætla að vera hreinskilinn. Já. Og held ég sé reyðlega skotin í þér. Taktu smá sens hjá mér, með mér. Tristan heiti ég. Salatmaster og ballansjeg sölumæður. Treystu Tristan, leiðu mér að sækja þig. Já. Má ég sækja þig og við tökum bíltúr. Ég get komið á limósíu. Býta aðeins. Aga. Já. Ég er með Billy Boy á mér og mikið magna kókaini. Treystu Tristan. Nei, Aga. Það var bara Andres. Aga, Andres? Nei, við skulum alveg sleppa því að blanda honum inn í þetta. Treystu Tristan. Já, halló. Já,
er það með leiði? Andrés heiti ég. Andrés. Ég er að leita að manni þarna sem heitir Andrés, passar það? Það er bara einn Andrés hérna. Og það er þú? Hæ, ég. Bingo. Ég er salatmaster og ballanshake sölumæður. Er salatmaster og ballanshake sölumæður. Ballanshake? Já, ég sel ballanshake. Hvað er það? Það er að heitast það í dag. Og ég kom þarna inn í dag og þú afgreiddi mig með kaffibolla upp á helling. Ég er með svona man-bun á höfðinu og ég er 1,92 á hæð og ég er blandaður, ég er svartur og asískur. Hvað snillingur er þetta sem við tala við? Andrés. Já. Taktu sjansinn með mér. Treystu Tristan. Leiðu mér að sækja þig. Ég er með Billy Boy. Hvað sér þau? Skellt á. Yes sir. Yeah. Veit ekki hvaða leik þær halda við sem að spila. Ég vak ekki leikurinn. Já, ég veit fyrir að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 og já, við eigum aðeins eftir að hlusta á síðustu völvu dagsins og það er hann Dóri DNA. Við ætlum að enda þáttin á þeirri völvu og hérna, ég ætla bara að spyrja ykkur áður en við hverjum drengir, hvernig er helgin? Herðu, hún er þrusu fín. Já, hún er mjög róleg. Það verður, ég ætla að klára 4. seríu af Black Mirror og horfa nú á sjónvarp og gera vel við mig. Spennandi helgi. Ég er að vinna annað kvöld, við erum að vinna saman annað kvöld. Já, reyndar vestlistir annað kvöld. Black Mirror. Aldrei frí, Black Mirror. Það er good shit það. Gekkja þetta með. Það er ekki séð það? Nei, ég á það bara inni. Uppáhaldsþættirnir mínir. Þau eru sikarlega góðið. Þú segir þetta endur alla þætti. Varst ekki að segja mér daginn að Nathan for You var uppáhaldsþættirnir þínir? Já, Nathan for You líka. Og Black Mirror. Black Mirror. Ég elska því að eitthvað seríu sem ég ekki séð og inni. Mjög gott. Hvernig er helgin hjá Gilsaranum? Vinna fyrirpart dags á morgun og síðan lítið afmælis teiti heima á morgun, annarkvöld. Nú? Kona með partí? Já, hún á afmæli og Er það hættulegt fyrir þig? Getur þú þurft að Ég sippa nokkrum. Sippar nokkrum því að þú endir á því að planta henni í bæn? Ég get ekki planta mig sko því að það er janúar og ég er að koma þjóðin í form sko, þannig að ég þarf að vera með hausinn í lagi. Það er bara svoleiðis sko. Það er bara svoleiðis. Þetta ekki verið plantaður ykkur staðar því miður. Nei, en vonandi í þið meiri spennandi helgi en við, kæru hlustendur, það er rólegheit framöndan hérna heyrist mér, en við verðum mættir hér næsta föstudag í fljúandi gír. Lofum ykkur því, þá með þess að erum við að fara, það er líka, við erum náttúrulega að fara á lífi næsta föstudag, þannig að fínt að við séum slagið núna. Palli, næsta föstudag, mæting bara 18:05 til Simma, strax eftir þátt upp á skriftuna sem er á 14. hæð með útsýni við alla Reykjavíkurborg. Já, við getum eiginlega að lofa hlustundum að það gæti orðið flugeldasýning hérna í stúdíónu næsta föstudag því að menn verða ofpeppaðir og sérstaklega Egill að það sem hann er að fara í fordrykk heima hjá Simma. Já, menn verði gals allavega. En við ætlum að enda þetta á síðustu völvunni og það var Dóri DNA. Skulum heyra hvað völvan sagði hans ár, annars bara takk kærlega fyrir hlustunni í dag og við heyrumst eftir nákvæmlega viku. Hafið það gott helgina. Já. Halldór Halldórsson eða Dóri DNA. Þessar. Hvað segirðu? Ég er að hringja úr beinni útsendingu hér á FM 95 Blöð. Bein útsendingu á FM 957. Já, hvernig ertu? Það verður ekki dýrara. Herðu, við verðum að byrja að þakka þið fyrir gott skaup. Já. Þakka þið kærlega fyrir. Og þá verðum við bara að koma því frá. Velhefna skaup og takk kærlega fyrir okkur. Það er ekki ástæðan fyrir að við erum að hringi. Það var að koma, það var að berast hérna spá frá Völvu, ekki satt Egill. Jú, sem sagt við höfum samband við miðil sem er Skeggn býr á Kjalarnesi og sýndu bara myndaður og Hefurðu fengið Völvu áður, Dóri? Nei. Nei, ok, þá hefur gaman að þessu. Og við sögðum bara, hörðu, hvernig verður árið hjá þessum meistari hérna? Og það er svolítið í rauninni ástæður fyrir að ringja. Þetta er gleði símtal í rauninni. Stendur það mig? Já, sko, að stendur hérna. Dóri DNA, vöðvasmiður. Það stendur vöðvasmiður. Wow, flottu titill. Já, heldur áfram að gera flotta hluti í ræktinu á árinu, en hann beygir 250 kíló á árinu með raskatinn niður í gólf. Sjöfull er þetta. Hvað er metið þetta núna? Það tala Völvunni að því sko máli í tek 200 en ég máli ég bara stutta liðin í mjöðmónum að
að þetta fer bara í 90 gráður hjá mér sem samt alveg keppni sko en völvan hann að virkilega örlát við mig verð ég að segja því að ég meina ég byrjaði að lifta hann í júni á kraftlita og hvað 200 núna 250 minna. Þetta ekkert svo mikið hoppu upp. Ég meina þú búin að beygja 200. Já, ég meina þú sér það, þetta byrjar hrikalega vel hjá honum. Völvan í stuði, ég heyri það. 50 kíló á bætingu á árinu. Já, og ég ætla að halda að lesturinn áfram. En það verður því miður ekki áfallalaust. En í miðri lyftu rifnar stálbrókin hans Dóra og hann spýtir saur yfir áhorfendur sem voru mættir til að styðja sinn mann. Fólk grét, hljóp og rann á sleipu gólfinu í móðursýkiskasti og var hálfgert kaos í salnum. Þetta er svona næsta, hún endar á þessu, Völvan. Þetta er ekki nógu gott. Þetta er nú ekki nógu gott. Þetta er samt ekki heilt við frekar jákvætt, eða? Jó, minna, við tökum svona slís, náttúrulega við tökum bætingum alltaf fram með þau, ekki? 250 stendur. Ég meina þetta Já, ég meina þú veist hvað þetta er, no pain, no gain sko. En þú voru alveg fundið þá ég alveg til að geita þetta En hefur ekki Dóri, eins og allir powerlifturar þá lendi því að í erfri liftur rekur við út á leiðinu upp að tengja allir við það Hef ég rekið við, ég náttúrulega hef þetta þannig að ég hef smáma með rassinni, ég prumpaði þetta mikið á meðan en ég lift á stað þar sem þeir elska þetta, þeir vilja þetta Ég hef alltaf verið stöðningsmaður þess að menn prumpi á sig af og til ef það er eitthvað svona mikið í húfi sko. Já, það er náttúrulega segir það nú sko þetta er náttúrulega bara margall gæði að reka við í brækunar sko Þannig að 250 kíló árunu þó að stálbrókin rifni hann í miðri lyftu og ég myndi segja þetta að fekka jáka vöðu heilt yfir Segi vöðvinni að ég bara guð bless hana, ég held með henn En var þetta eina sem gerist hjá Dóra árunu? Já, það var ekkert meira Þetta er ekki þannig, hvað meina? Það er alveg nómað, hvað meina? Er það að segja mér að Varst orðin eitthvað þreyttur í restina af þig? Er það að segja mér allt árið hjá Dóra verði þannig að hann hendi þarna 200 og detti 250 og skíti sig að nýsi og yfir alla og allir renni í þessu rugli og það er bara Þú skilur þetta ekki stendi, þú hefur ekki verið í íþróttum í 12 ár og þú veist, ég alveg tala og þetta er bara flott Ég mér bara svo skrítið þetta að sé eina því að við erum búin að ringja nokkra aðra og það er svona meina sem gerast árunni Þetta er eina sem gerast árunni hér Þeir áttast ekki ákvæmdið mikið afrek að beigja 250 með raskatinni í gól sko Það er rosa afrek svo en Við óskuðum alls þess best árunni Ég ætla að hugsa þetta og bara takk kærlega fyrir mig Gaman að heyri þið heyrðu það, Dóri var mjög sáttur hann var í skíunum með þetta en ég sammála auðvitað Var völvan orðin eitthvað þunn í lokin? Komin eitthvað þreyta í völvuna? Hún bara, þetta er eina sem hún talaði Varst á einhverju deadline þannig í restina? Það er alltaf ekkert mikið að gerast við Dóra á árinu Nei, það er svona, hann var með fullt af punktu svo komið að fjórða og síðasta símtalinn þá bara, herrðu, þú deddar og prumpar í þig búið En, ég meina þá síðasta völva á dagsins Og strákar, ímyndu ykkur það voru allir sáttir með völvuna Allir í skíunum Allir glaðir 15% afslátt af öllu Nikotinell lífjatyggigúmí út janúar. Afslátturinn gildir af öllum styrkleikum og bragðtegundum. Livja, lífið heil. Unikonta bókaldskerfi og viðskiptalausnir í áskrift. Svar. Þín stafræna framtíð. Eldaðu dýrindismáltíð með minni fyrirhöfn. Skoðaðu matsela næstu viku á eldumrétt.is. Púðurkerlingin.is. Okkar markmið er að bjóða þér ódýrustu flugeldana. Þú getur fundið okkur í Skóalind 1 í Kópavogi, beint á móti Elko eða á púðurkerlingin.is. Crispy kjúklingavangir, safaríkur hamborgari og súkkulaðishake. Roadhouse. Sonic Mint Nikotinlyf eru litlir og þunnir skammtabókar undir vör. Kynntu þér Sonic á sonic.is. Tveir grjótharðir og einn túnmjúkur í FM 95 blöð. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around